Komið sæl og gleðilegt ár. Synir Egils byrja strax fyrsta sunnudaginn á nýju ári. Við væðum með gesti í 2 holum. Í seinna holinu ætlum við að ræða íslenska menningu og til að gera það koma til okkar Greta Kristín Ómarsdóttir leikstjóri, Auður Jónsdóttir rithöfundur, Kristín Gunnlaugsdóttir málari og Þorleifur Örn Arnarsson leikstjóri. En við byrjum á vettvangi dagsins. Það Sonja Ýr Þorbergsdóttir, formaður BSRB, Ásgeir Brynjar Torfason, ritstjóri vísbendingar. Já, takk. Og Guðmundur Halldórsson, prófessor. Verið all velkomin. Takk fyrir. Guðmundur, byrjum á fréttana þennan sólarhringinn. Já, það svo sem nú að gerast og þetta kemur kannski ekki endilega neitt óskaplega óvart en samt sem áður að það einhvern veginn var maður nú vona að þetta myndi ekki gerast. Og það sem raunlega, það svo sem skaplega hægt að segja þetta eins og því að þarna verið bara að fara út í algjör óvissu. Það algjör óljóst hvað afleiðingar þetta kemur til að hafa. Þetta augljóslega og allir sammála það svo sem þetta ólöglegt. Þetta stríði gegn öllum alþjóðalögum en stórveldin fara nú ekki endilega eftir þeim nema þegar þeim þykir það henta. En hvað kemur út úr þessu er ekki vita. Það allir sammála það líka, það mjög margir að Maduro var ekki neitt sérstakur, það ekki neitt sérstakur missir af honum en hvað kemur í staðinn, það það sem við vitum ekki og það ljóst að Bandaríkjaforseti bara lýsti yfir að ástæðan fyrir því að þessu aðgerði verið út í þessu aðgerði, það að hann ætli sér að ná yfir olíunu í Venesúela, þannig það ekkert leyndarmál, hann bara segir það sjálfur. Það geti hins vegar orðið svolítið snúið. Fyrstulega vegna þess að Venesúela búar ekkert sérstaklega hrifnir af þeirri hugmynd og þeir eru svo sem þjóðnir sinnar eins og aðrir og þeir vilja eiga sínar auðlindir. En einnig vegna þess að það alveg ljóst að það hefur dregið mér úr olíuvinnslu í Venesúela undanfarnum árum vegna þess að það hefur ekki fjárfest nóg í vinnslunni og Venesúela búar sjálfur hafa einfaldlega ekki bolmagn til þess þannig að til þess að ná olíuframleiðslunni upp aftur þeir eru með þetta ég man ekki hvað 14 ég man ekki hver prósentin af olíubirgðum í heiminum sem sagt í jörðu en þeir eru ekki með 1% af framleiðslunni þannig að hún hefur dregist mikið saman vegna þess að þannig að það talaði að það þurfi að leggja $1 milljarða í fjárfestingar til þess að ná framleiðslunni upp aftur. Það eru það fáir sem hafa það bolmagn nema þá stórfyrirtæki og stórfyrirtækin eða Kínverjar og stórfyrirtækin eru ekkert sérstaklega, þeir býða ekki til röðum að fara þann inn vegna þess að bæði vegna óvissunar og síðan bara olíuverð ekki með hátt í augnablikinu. Þannig að ég held að þetta hafi verið algjört feigðarflan og það bara, við erum bara að sjá til hvað gerist að það eru margar sviðsmyndir sem við segjum svo og það greinilegt að Bandaríkjamenn ætla sér að pröfa að láta varaforsetann taka við völdum sem eru auðvitað alveg jafn ólöglega, við lítum það að það eru svindlkosningar þannig að 2024 ef maður rétt og þá hún auðvitað kosin sem varaforseti Maduros, þannig að ef hann er ólöglegur þá hún það líka þannig ekki það svo sem þessi lýðræðis ástendilega þannig sem maður liggur að baki. Það var í morgun að Hæstiréttur hefur skipað hana skipað henni að vera. Já, það sem sagt þá ástandið þannig núna þeir bæði hefur hún lýst yfir að Maduro ennþá forseti Venesúela en hann getur ekki gegn störfbygginu þannig að hún þá gegnir þessu embætti á meðan. En svo vitum við ekkert hvað við gerst að baka tjöldin að hverjum hefur verið mútað og það er ljóst að herinn var ekki neitt sérstaklega Venesúela herr var ekki neitt sérstaklega viðbúinn þessu þótt hann ætti að vera það þannig við skulum bara bíða og sjá til ég sakfræðingur þannig ég á nú auðvitað að tala fortíðina heldur það sem gerist í framtíðinni þannig að við bara sjáum til hvað gerist á næstu dögum en þetta getur farið allt í bál og brand það það getur farið algjörlega til fjandans og það ekki ólíklegt að það gerir það ég meina það ekki held ég hægt alveg bara að bíða og sjá til ég meina bara úr Financial Times dagsins og sem kemur í blaðinu á morgun ég meina Trump á núna Venesúela fyrirsögn á leiðara í helsta fjölmiðli heims hann búinn að segja í þessum furðulega blaðamannafundi í gær sem náttúrulega eins og hann eiginlega búinn að toppa sig að hann sér tilbúin að setja boots on the ground eins og heitir, hermenn í stígvélum á jörðina til þess þá væntanlega að verja uppbyggingu
oljufyrirtækjana ef að þau eru tilbúin í að fara í uppbygginguna. En þessi uppbygging tekur áratug að minnstakosti, sko, og við erum aftur, sko, ég meina, Pútín hélt líka að það var ekkit vandamál að steypa Zelenský, en það er svolítið herfið. Við erum aftur á því að það er alveg rétt, Bandaríkin, við getum kannski sagt Bandaríkin eigi Venesúela, en það búa þannig hvað 30 milljónir manna sem hafa sína skoðanir, hafa sína tilfinningar. Það er þannig ágætlega uppbúin her og það eru mikið af vopnum í Venesúela, þannig að þetta er land sem er ekkit auðvelt að fara yfir víða. Þannig að ef þetta felt fyrir verstaveg, þá verður þannig borgarastyrjöld, þá er bara verið að tala um það aðra Líbíu, að Bandaríkjamenn ætluðu sér í Líbíu að þetta var ekkit máli, bara tökum Gaddafi og þá var mann leyst, sko. En það stundum er það ekki alveg nú. Og þeir eru í sko miklu stuði, þessir hérna, að maður á að kalla embættismenn hans, og bara búið að lýsa yfir á varnarmálaráðherranum eða hermálaráðherranum að kúpa sína æst og búið að nefna Kanada og Grænland aftur, og það kom Kólumbía líka svona mynd af Grænlandi með bandaríska fánanum yfir, sko, sem eiginlega frá sko eiginkonu yfirmanns sveitana. Þú veist, þannig að þetta er ekkert þetta er eiginlega eins og að horfa á einhverja samblöndun af sko einhverjum tölvuleikja stráklingum inn í herbergi að spila risk, en þeir raunverulega stýra öflugasta her í heimi og eru, að því að verði svo ég vitni eftir í svona greiningarnar úr Financial Times og Foreign Policy að það sé núna komin staðfest ný heimsmynd, það sem verði þrískipting að hérna Rússland fái að taka Úkraínu, Kína fá að taka Tævan og Bandaríkin fá að taka Suður-Ameríku og við ættum þá þar með einmitt ekki að bíða og sjá, heldur vera á fullu hér og það var nú eiginlega heitt sjokk mómenti að heyra viðbrögð utanríkisráðherrans okkar við þessu, að þetta væri bara flott og árangursrík aðgerð. Sko, og í alþjóðlegum miðlunum heitir þetta kidnapping, sko, mannrán á forseta ríkisins. Í RÚV er þetta kallað að herinn hafi handtekið, sko, herir, allir, ég kann ekki bandarísku lög, en það er herlögregla, her getur ekki handtekið fólk, það er lögreglan sem gerir það ef við ætlum að reyna að trúa á viðhald réttaríkisins áfram, en ef þú getur bara breytt því hvað orðin þýða, þá er bara Trump búin að ná þarna í hann með sinni risa lögreglu til þess að færa hann fyrir dómari Bandaríkjunum út af dópi, en allir vita að það er út af olju. En það er sem sagt, þetta er bara það er akkurat 36 ár síðan Noriega var tekinn og það fór fyrir bandaríska dómstóla og þeir og það var á þeim svona, það var segir rök fyrir því að þetta var ólöglegt vegna þess að hann væri hérna í, það má ekki handtaka sem sagt samkvæmt alþjóðalögum yfirmenn annar ríkja, þeir sem eru viðurkenndir hversu ólöglegir sem þeir eru viðurkenndir slíkir og þá var það bandaríska dómstóla dæmdu því að bandaríkjamenn hefði aldrei viðurkennt hann sem yfirmann og þannig að það er alveg ljóst að bandaríska dómstóla kom ekki til með að gera neitt í þessu, þeir muni bara dæma Maduro. En viðbrögð Þorgerðar Katrín, sást þú viðtalið við hana? Já, og svo er einmitt þess að fara yfir bara, þú veist, erlenda miðla, því það var svolítið lítið verið að fjalla í íslenskum miðlum einmitt viðbrögð annarra þjóða og það svona, ég menn maður sá það í Mið- og Suður-Ameríku að það sem er þjóðarleiðtogar til vinstri, að þeir eru þetta fordæmdu þetta og töluðu mjög skýrt. Aðrir bara fögnuðu þessu, þú veist, þeim megin í alvunni, en svo fannst mér svo áhugavert að mér fannst svona miða við það sem að var að lesa eftir Þorgerði Katrínu og það væri þetta svolítið á línu við það sem að Evrópusambandið er að segja og flest öll þau lönd er einhvern veginn að segja og þú veist það verður fylgst náið með, það verður að fara að alþjóðalögum og svo ég meina að segja Keir Starmer, við grátum ekki Maduro sem við líka svolítið sérstakur þessi tótt sko. Jú, þú getur annars að vera með eitthvað sem að þú lítur á sem innræðisherra og hafi verið böl fyrir þjóðina en hins vegar þá viltu ekki, eða þú veist, þú vilt allavega taka fast allir orða þegar þú telur miðað við þær upplýsingar sem er fyrir hendi núna að sem verður brjóta á stofnsáttmála Sameinuðu þjóðanna, að það megi ekki fara vel með vopna árás inn í annað land og alveg svo búið að nefna hérna, við eigum allt okkar undir þar og Danmörk og Grænland og svo mætti lengi telja. Þannig að þetta var mjög áhugavert og ég man það rétt að voru raunverulega bara eins og stóru þjóðum sem voru að fordæma þetta og taka þannig til orða, þá var það þar meðal Kína og svo var, man ekki hvort það voru utanríkisráðherra Spánar og svo virtist það einhvern veginn, þannig að það var alltaf svona eins og verið að milda orðalagið
og þetta svona lögfræðilega skilur maður að svona miðað við þær upplýsingar sem fyrir hendi á hverjum tíma að fara ekki á gestastað en þetta er náttúrulega mjög alvarlegt þannig að það þarf einhvern veginn að setja eitthvað skýran tón. Og ég heyrði engan, ég fór nú einmitt ekki alveg nákvæmlega verið en það var enginn sem var með svona trumpist orðalega með þetta verið greatly successful operation sem nema utanríkisráðherrann okkar sem að þannig að sko það er það sem að lét mig fá smá hrollniður Það voru samt að einhverjir en mjög fáir en þú veist þá helst einhver svona bandamenn Trump í heiminum sem voru að fagna þessu sko. Og ætlum við þá að vera það. En það voru mjög margir á þessari línu sko þú veist að hann væri harðstjóri, hvað hann hefði gert og svo farið svo mjög djúpt í það og mér finnst líka, eins og ég segi, ótrúlega undarlegt að lesa Hafstein Kýrstarmer að það ætti ekki að grátan, og þá er ég ekki að halda því fram að nega vera þarna öföld, en Venezuela er sjálfstætt ríki og það eru það eru yfir 70% landa í heiminum í manna rétt sem að eru ekki lýðræði og hvað þá? Er það bara heimild Bandaríkjanna til þess að fara inn í 70% ríkja eða skiljið? En sko hann braut líka bandarísku stjórnarskrána með þessu og samkvæmt því sem að ég les úr miðlunum sem ég les og Atlantic og Foreign Policy. David Frum og Anna Applebaum voru í podcasti bara svona skyndi þætti í gær þar sem að sko er í raun og veru það sem við höfum verið að tala allt síðasta ár með áhyggjur á hvort að heimskipanin sé að breytast, hvernig hún sé að breytast, hvort að alþjóðalög sé hætt að gilda eða ekki. Þú veist, nú er það fyllilega staðfest með bandarísku hervaldi inni í sko stóru ríki, 30 miljónum manna ríki. Pavel Bartosek, formar utanríkismálanefndar, hann er búinn að boða nefndarfundi í fyrramálið. Svona kannski til að draga kannski úr svona stóriðum eins og hjá utanríkisráðherra. Já, sko, við erum átt okkur á því að þetta setur auðvitað utanríkisráðherra og ráðherra í Evrópu í svolítið vanda, sko, að því að Bandaríkin eru mjög öflugt samstagsríki og þau svona, ég held að Þorgerður Katrín hefði átt bara að þegja, ég held að það verið sér þægildi svona aðstæðu þegar þú getur ekki sagt neitt gott að þá er best bara að segja sem minnst og sérstaklega þegar hlutinir eru að fyrsta lagi þá hefur Ísland auðvitað engin áhrif á þetta til eða frá og öðru lagi þá er þetta ennþá ástandið er þannig að við vitum ekki alveg hvert þetta leiðir. Eins og segi það getur vel verið að koma í ljós síðan eftir seinna að það sé að verið búið að gera alls konar díla við ráðamenn í Venezuela sem að koma núna bara fyrirverandi samstarfsmenn Maduros komið svo alltaf núna verið bara fínt, nú bara slögum við svolítið til og það var alveg greinilega komið að því að Venezuela vildi fá erlenda fjárfestingar þegar lífskjörin var bara orðin þannig að bæði þá fjárfestingar í landinu og hins vegar auðvitað þá möguleika til að selja sína losna út úr viðskiptabanni losna úr viðskiptabanninu sko sem náttúrulega kannski ástæðan fyrir því að vera grafið undan þessu landi. Akkurat, það er Bandaríkin þeir umgangast löndin í mið- og Suður-Ameríku mjög selektíft og það er ekki vegna hvort það er lýðræðið eða ekki lýðræðið heldur einhvern hátt þá bara ákveðar að einhver séu algjörlega óalandi og ferandi það sett á viðskiptabann og það er þetta mjög erfitt fyrir þannig ríki að funka. Og ekki bara Bandaríkjamenn. Við tókum hérna á móti 1000 flóttamanna frá Venezuela og svo ákváðum við að það væri bara fín lífskjör og ástand í Venezuela og senduðu heim í flugvélum. Við leigðum utanríkisráðuneytið íslenska og lögreglan íslenska leigði fjölda flugvéla til að fljúga með þetta fólk tilbaka þarna sem að núna síðan talaðu að þetta sé sko, maður verður að vera konsekvent í því sem maður segir og orð skipta máli og það þegar utanríkisráðherrann segir svona að þýðir það þá að ræðismannsskrifstofa okkar í Núk á Grænlandi verði lánuð bara boðin til skipta fyrir Hexet og J.D. Vance þegar að þeir taka landstjórun af völdum eða ætlum við að segja eitthvað með dönum og vera á móti eða ætlum við að láta og nýta varnarsamningin til að taka Keflavíkurflugvöll til þess að gera innrásin í Grænland þaðan. Ég meina Mette var heldur ekkert eitthvað skýr, hún sagði bara að fylgjast náið með og fara alþjóðlegum og hún tók ekki fordæmingar orðin sko. Ég skil. Þetta getur hún ekkert staðist það þegar Bandaríkin taka Grænland sko. Nei og ég bara að spurja
En þá veltum við samt aðeins fyrir sér, ég meina, hann svo mikið ólíkindatól og mér fannst svona fleiri sérfræðingar heldur en færri spáði að hann myndi ekki gera þetta, og svo, já, að búið að taka forsetann, en það ennþá varaforseti og það ennþá ríkisstjórn og þú veist, hver að fara að stjórna landinu og hann strax búin að lýsa yfir að stjórnarandstaðan eða svo sem að tóku friðarverðlaun Nóbels að hún var góð kona eða ég man ekki hvernig að orða það eitthvað svona en hún getur nú ekki staðið undir. Nei. Mér finnst að mætti aðeins það að koma fram hvað raunverulega gerðist því að yfirlýsing hans hans stjórn í Venezuela meikar engan sens eins og sagt er. Það engin bandaríkjamaður inn í Venezuela og þegar hann var spurður á blaðamannafundunum, það var náttúrulega vani blaðamennanna sem að spurja sérstaklega út af sögunni, þar sem að bandaríkjamenn hafa ruðst inn í lönd með þessu hugmyndur að það verður bara allt í góðu strax á eftir, Írak, Afganistan, Líbía, þeir eru samt ekki inn í Líbíu en voru með svona loftarásir, að það hefur ekki gengið eftir og það ég held að sé bara kent í West Point í herskólunum að bandaríski herinn góður í að fella stjórnvöld en afleitur í því að búa til ný stjórnvöld og þeir svona spurja blaðamenn að byrju hvernig ætlar að gera það, hvernig ætlar að ná stjórn á Venezuela og hann var eins og enginn hafði undirbúinu til að svara fyrir því og þá sagði hann, þeir verða bara að gera það og benti þarna á einhverja hersforingja og þennan Hexet og Rubio mann sem bara fráleitt hugmynd. Já, sko, þannig að hugmyndina, ég held að maður skilja eftir opið, að yfirlýsingum hans sem hann hefði bara fullt tök á Venezuela, hann hefði aldrei farið út í svona stóra aðgerð nema að geta séð fyrir sig góða niðurstöðu, kannski hún bara þvæla. Já, sko, og það sem þú veist að segja áðan með samstarfi við stjórnvöld, að hann segir það á fundunum, Rubio, hann segist að hafa verið í samskiptu við varaforsetann og til þess að skilja kannski söguþráðina þangað til að maður fær að vita hver hann var þá finnst mér líklegast að þeir hafa gert samkomulag við einhverja að þeir fengi að taka Maduro og konunars og þá fengi þau áfram að stjórna Venezuela. Hún mætir varaforsetins bara strax á sama tíma og Rubio var að segja, já, ég var að tala við hana og við munum bara stjórna í gegnum hana. Þá var hún í sjónvarpinu í Venezuela að segja að Venezuela menn eru að kæta stillingar en við verðum að kæta festu því að við verðum að verja auðlindir okkur fyrir ráðagjörðum bandaríkjamennum að taka á okkur auðlindirnar. Trump var þá í heima hjá sér í þessari höll sinni í Flórida. Þá var hann að segja þeir tóku olíun okkar og núna erum við bara komið að tæka hann aftur Þá var hann að tala að Venezuela hefði ekki mátt þjóðnýta olíunlindir sínar. Af því að þetta væri bandarísk olía, þeir hefðu byggt upp þennan iðnað og þeir ætti þetta og þeir ætla að koma og taka þetta. Þannig að það eitthvað í þessu sem bara eitthvað þvæla. Já, ég held að þeir eru að veðja á það að þeir geti unnið með, þeir hafa bara áhuga á olíunni, það eina sem hafa áhuga og þeir eru að veðja á það með að taka Maduro burt og þá geti þeir í gegnum þá varaforsetann sem verður þá núna forseti byrja þá uppbyggingu að fjárfesta í þessum olíuiðnaði og ná í olíu. Ég held að það bendir ekki til þess að það plan sé raunlegt plan en það hafi gengið upp. Hún sýnir það að hún ekki tilbúin að beygja svo. Og ég held nefnilega hún sé að taka bara þráðin sem að Maduro var að tala að við skulum bara sittast niður og gera samning olíu. Þið kaupið okkur olíu og þá bara verður aukin velsaldin í Venezuela, þið græðið og eitthvað svona. En það eins og það við strandað á því, nei, við erum ekki til að gera svona samning af því að sömuleyti utanríkis stefna Bandaríkjanna bara business og þannig að við erum ekki til að gera það nema við fáum Maduro og ég fór inn á Fox sem að svona stundu sem að maður til að skilja svona mindset eins og sagt er. Þar var alltaf að Trump sýndi Maduro í 2 heimana, það væri svo verið að lýsa wrestling þannig að þetta væri eiginlega bara svona persónulegt uppgjör 2 sterkra kalla og okkar sterki kall, hann vann var skilabóðan á Fox. Það getur vel verið að það verið niðurstaðan og þá bara það og þá er einum harðstjóranum færra en ég meina við sittum upp með það að þessi aðgerð var gerð og ef að Bandaríkjamenn komast upp með þetta á þess að nokkur andmæliði, engir utanríkisráðherrar í Evrópu og þá... Evrópa náttúrulega ekki með, hefur ekki burði eða getu eða neitt til þess að hafa sjálfstæða stefnu í einu en einu. Þannig þá bara eiga þeir að þegja
Já, ég bara segi ekki neitt. Bara afhenda þeim Grænland og bara hætta þessu, það þykist að vera eitthvað, sko. Ef þeir eru raunverulega ekki neitt. Nei, ég náði ekki alveg að lesa. Okkar skilir, okkar utanríkisráðherra ætti að mæta á þessum degi og segja að það er grundvallaratriði, það er mikilvægast atriði fyrir öll smáríki, að alþjóðalögsu virt. Þarna var brotið gegn þeim og við fordæmum. Já, þetta er eina sem hann á að segja. And then you shut up, and then you wait. Það er bara, sko, hérna. En punkturinn er líka þessi, sko, já, það var eitt sem ég var ekki alveg búin að kafa í fyrir þetta, en það var 2007 sem þjóðnýttu. Já, þetta er þjóðnýtta 1976, en síðan aftur 2007 að þá eiginlega tekur Chávez eiginlega þjóðnýttir þá í sjálfu sér sko vinnsluna. Sko. Já, en það var að falla bara hjá World Bank, það er kerfi fyrir þetta sko, svona resolution. Þeir átt að borga. Já, þannig að það var gerst upp held ég bara á síðast ári einhvern veginn það sem átt að borga í bætur fyrir að hafa þjóðnýtt eitthvað sleið sko. Og Bandaríkjamenn hafa alltaf keypt olíu, það er einhverjar olíurinsumstöðvar í manni hvort það sé í Flórída eitthvað sem eru bara hannaðar, ég vissi þetta ekki áður sko, en það er bara, þær geta bara að tekja olíuna þaðan og nema einhverjar stórkostlegar breytingar. Og þeir hafa alltaf passað það að þrátt fyrir þetta viðskiptabann að stóru olíufyrirtækin í Bandaríkjunum fá sína olíu. Þannig ég held að þessi Chevron sem er stærstu hagsmunum í þessu. Mér langar bara rétt að þú ert að fara að loka þessu, mér finnst líka svo merkilegt að við erum hérna mest að ræða olíu, en ástæða fyrir að hann er handtekinn innan gæsalappa sem er náttúrulega ekki rétt hugtak eins og nefndir er vegna þess að hann er meintur eiturlyfja barón og sé að stjórna þannig skipulegu samtökum. Því trúir enginn. Nei, en ég er að segja, þú veist, það er æskilju, en maður horfa á þetta bara lögfræðilega, þú veist, þetta er þjóðarleiðtogi að segja ég er að fara inn í annað fullvalda ríki til þess að taka hérna leiðtoginn ykkar vegna fíkniefna, nýbúin að náða að forseta Hondúras einhverju mánuði fyrr, og við erum einhvern veginn að kafi að pæla í olíunni af því að hann auðvitað segir hann allir bara, þú veist, það þarf einhvern veginn að tala þessu nefnir þetta réttu nefnum. Sko ákæran, hún er sem er núna búið, hún var birt uppalega 2020 og nú er hún endur tekin núna sko og þá búið að bæta konunum svið og sín eða maður. Hún er nokkurn veginn algjörlega orð fyrir orð nákvæmlega eins og fyrirhundi fórstu Honduras var ákærður í Bandaríkjunum sem að Trump var núna að náða sem sagt og hann er að náða fyrirhundi fórsteta Honduras fyrir það nákvæmlega sem var dæmdur fyrir nákvæmlega sama eins og Maduro var ákærður fyrir. Þetta er bara yfirvart til þess að geta farið í hernaðaraðgerð án að fá samþykki þingsins. Það er að fara á svig við stjórnarskránna með þessu. Og það var meira að segja að hann er ákærður fyrir brot á vopnalögum í Bandaríkjunum. Og hvernig getur við brotið vopnalög í Bandaríkjunum með eiga hríðskotarifil í Caracas? Það er mér eftir að brota vopnalög í Bandaríkjunum. Þetta er mikið mál og þetta er að þróast. Við erum svona rétt eftir áramótinu og skoðum aðeins líka stjórnmálin hérna heima. Horfðuð þið til þess á kryddsíldina? Já. Og hvernig fannst ykkur? Já, mér finnst það var alltaf svo frábært þetta nafn, sko, kryddsíld. Það er alveg best að þið þetta. Svona kryddsíld, en hérna, mér finnst nú, sko, það er alltaf svona ákveðið skemmtarnagildið að horfa svona, sko. En hérna, þetta er nú ekki mjög svona, kannski, þetta er ekkert óbærslega djúpt, það er svona mikið hróp og hérna og menn er í stuði og eitthvað, en þetta er bara svona uppbytun fyrir áramótasköpi, sko. Ég mista af þessu, ég var út að labba í góðaverðinu og það er svo mikið vesen á þessum vefvísis að spóla tilbaka eða maður fær endalaust einhverjar auglýsingar sem stoppa streymið, þannig að ég náði ekki að horfa á þetta eftir á og ekki á upptökuna, en það var mjög áhugaverð greining, eiginlega það fannst mér merkilegast með kryddsíldina, Össur var að afhjúpa eitthvað kryddsíldum það sem hann og Davíð Oddsson fyrir að rífast og veitingar í og greindi svolítið vel svona 3 tímabil kryddsíldarinnar eftir hérna þáttarstjórnendum þar sem voru svona harðar spurningar og var síðan að svona bjór hérna skemmti einhverju og svo einhver neginn bara svona dömurboði, þetta er svona eins og bein útsending úr matarboði á Bessastöðum. Já, hann sagði sem sagt að myndavélum var ekki beint að þá var sífellt verið að hella í glösin, sko. Og þá urðu menn sumir svona kallar urðu svolítið slompaðir og voru farnir að það var farið að bera á því í orðaskiptum. Þetta var skemmtilega sagnfræði lögfræðina. Kannski að þú hóðu þetta að venda þarna við fengum sundlögunar
kannski að fá það að venda kryddsíldina þar sem að þjóðin Menningarminjar. horfir á ráðamenn sína að verða svolítið drukkna og tala af sér á gamlástak. Það Össu var að minnast þessu. Davíð var reiður og... Það er líka 30 ár síðan. En stöðun í stjórnmálum, hvernig hérna núna? Má ég bara varandi kryddsíldina? Ég vil taka eitt uppgjör að sem fulltrúi opinbera starfsmanna, þá fannst mér ótrúlega fallegt að opinber starfsmaður skildi vera valinn maður ársins, af því að það var nú ekki verið lítil atlagan að þeim í gegnum tíðina og líka mjög fallegt þannig að álitsskjóðunum að var ekki bara verið að ræða Guðmund Fylkisson eins bara hann er í sínu starfi, heldur líka starfsfólki í barnavernd og annað. Þannig að mér finnst það svona gott í lok ás að fá smá svona uppreisn en líka sömuleiðis að maður sá það ég meina út frá þessum málaflokki að þjóðin hefur mikinn áhuga á því og mikinn vilja að það verði brugðist við vanda að barna þegar kemur að fíknisjúkdómum og geðsjúkdómum. En að því maður sá það líka, ég meina forseti Íslands var að nefna þetta í sínu ávarpi og hefur auðvitað verið ötul talskona þess, en ég saknaði stundu svolítið líka, og ekki það forsætisráðherra að koma að sinna henni kryddsíld, en það þarf auðvitað að byrja miklu fyrr, eða þú veist, tala einhvern veginn betri samþættingu inn í skólakerfinu, inn í skólaþjónustu, stuðning inn í bekkin og svo framvegis til þess að fyrirbyggja þetta sem er að samspil milli heilbrigðisþjónustu og skólans og svo framvegis. En Guðmundur var svolítið flottur, og það var að segja að það er svo unnt að vera velaunaði fyrir stóra á þessu vettvangi. Það er alveg ljóst að því hann er bæði hjá hérna RÚV og hérna, hvað þetta heitir núna sín, að hérna valin maður ársins að það eru greinlega í samfélaginu gríðarlegar áhyggjur af þessum málaflokki og það er foreldrar sem að barna á þessum aldri eru greinlega mjög óttaslegin og það svona setur maður svolítið ugg og það er greinlega, þú veist, og þetta er ekkert bara á Íslandi, þetta er þetta út allan heim, er alveg gríðarlega, það er einhver pottur brotin í þessum málum. En við getum gert betur og eigum að gera betur. Já, og þetta er auðvitað mjög flókin vandi, þetta er þannig að koma saman heimili stofnanir eins og skólar og leikskólar og hérna, já, það er eitthvað þannig sko sem að það þarf að verða ekki bara, ég held að ríki geti ekki list bara eitt og sér sko, ég held að það sé miklu dýpri vandi sem að snýr meðal annars að samfélagsmiðlum og því bara hvernig börn eyða sinni æsku að hérna, ég man það þegar við komum heim frá útlendum úr námi og þá fannst okkur svona íslensk börn vera dálítið sjálfvala. Þannig að við höfum verið svona okkar hafa verið í skóla í Bandaríkjunum og það var algjörlega bannað, það var bara, þú bara lentir í vandræðum ef að þú skildir barn innan 12 ára eftir eitt heima. Þú var ekki bara degi til eina klukkustund. En við erum mjög vitni að því að það sem að börn voru bara allan daginn ein heima og algjörlega afskiptalaus og vegna þess að foreldrarnir voru að vinna. Og bara fannst þetta greinlega allt í lagi og það var engin úrræði fyrir að lesa það. Núna er bara að leysa þetta með því að setja bara börnir að fara með tölvuna og það er bara að sitja þau og hérna og það er ekki hollt. Það er alltaf komið betur og betur ljós, það er ekki hollt uppeldi og hérna, en hvað við gerum í því, það veit ég ekki. Nei, við erum svolítið sein til hvað búið að tala lengi Gunnarsholt sem að verði úrræði fyrir drengi. Þannig að það er búið að brjóta niður kerfið. Það var hérna fyrir 20-25 árum. Það var til dæmis útideild og það voru ýmis konar úrræði, úlingaheimili og hitt og þetta sem við þekkið, sem að nú er þetta meira og minna búið að loka þessu eða leggja þetta af. Það sem að var hérna einhver svona viðbröð samfélagsins við þeim hluta úlingar sem standa verst, að þau verið að hafa bara fjarað út að miklu leyti. Fókusin hefur verið svolítið á árangur Íslendinga á því að minnka drykkju þeirra sem að drukku minnst. Kannastu við það, þetta er kallað íslenska aðferðin og svona. Það verður alltaf vandað í því að þær tölur sem hafa verið lagðar fram til þess að sýna árangur af íslensku aðgerðinni er þannig að árangurinn í að minnka skaða neyslunar gagnvart þeim sem að nota mest og eru í mestum vanda, að við höfum engum árangurinn á þar. Nema að það sem hefur gerst er það, ég get talið fleiri svona eins og útideildinn og úlingaheimilið og það er ekki búið að vera meira og minna stuðlar búin að vera lokaðir í 3 ára eða eitthvað? Já, ég veit það nú ekki. Jú, ég held að það komið 3 ár og það hefur ekkert verið gert í staðinn. Þannig að minnst þetta bara að vera svona dæmi sko einhverja værugerð. Við höfum ekki að horfa á það að við höfum verið að gera vel og ættum að gera betur. Við gerðum, vorum kannski komin á einhverja braut en við fórum af henni. Og sittum svolítið uppi með afleiðingarnar því að það er að byggja þetta kerfi alveg upp frá grunni.
Já. En þú fórst þessa í þetta, en hérna, það er náttúrulega við sjáum þetta bara eins og þegar mæður fara með börnin sín til alltaf liði Lafríku til að fá hjálp, sem reyndar var svo hörmuleg slys þarna, en sleppum því, en sko, neyðin er þetta mikil hérna heima. Úrræðaleysið er svo mikil. Já, úrræðaleysið, já. En ég held einmitt, ég meina, þú veist, það var lengi vel, eins og þú veist að segja, einblínt árum var bara alvarlegasta vandan og var byggð upp meðferðarheimili fyrir því og svo, þú veist, og maður heyrði alveg, ég meina, það var alveg tala hreint út að börn ættu helst ekki að fara þangað, af því að það var heldur ekki góðu staður fyrir það að vera á, en svo er einhvern veginn millilagið. Ég veist þessu útideildina og félagsmiðstöðunar, hvað er þessi marga félagsmiðstöður núna per haus, eða bara þegar ég var ungur sko. Kannski svona 10 árum eftir að ég var ungur. En það eru reyndar mjög öflugar og þú veist, ég meina það er mega það eru mjög öflugar, en það eru náttúrulega ekki að grípa inn í svona, ég meina þú veist með eitthvað hegðunarvanda eða ert einhvern veginn ekki að fitta inn, þú veist, það er eina sitt besta, en svo ef þetta er bara að skortir heilbrigðisþjónustu eða eitthvað álíka og þess vegna er að segja þessi samþætting inn í skólakerfinu og að glíma við einhverja erfiðleika eða álíka og átt erfitt með að sitja kjur allan daginn, ég meina mikið borið að ADHD, þú veist, þá þarf að finna einhverja aðra leiðir, heldur en að bara pína viðkomandi inn í þessi box eins og þau eru í dag, sko, og fá þá stuðning inn í bekkina. En fyrir þetta er náttúrulega bara börn að verðlendum uppruna, þú veist, upp á tungumálið og annað, sko. En að þú nefndi pólitíkina, þú eru ströngur í henni. Ég hef svona tilfinningur að séu svona einhver strömmkur sem er ekki alveg komin fram, sem að tengist raunverulega svona breyttri efnahagsstöðu. Að við séum kannski að fara inn í aukið atvinnuleysi, að verðbólga mun ekki fara niður og þar landi ekki vextirnir, að við séum að fara inn í tíma sko kaupmáttarskerðinga og tíma sem að allstar annars þar í heiminu leiði til svona félagslegra upplausnar og ég sé ekki alveg að sko ríkisstjórnin sé að bregðast við því, mér finnst þú frekar verið að bregðast við kannski ástandin eins og var þegar þau tóku við. Það sem var svona reiknað með að væri ekkert svona sérstakt framöndan eða vært að leggja áherslu og hitt og þetta. Aðalatrið var að ná niður hallanum á ríkissjóði sem ég veit ekki. Og stytta atvinnuleysisbóta á tímabilið. Og stytta atvinnuleysisbóta á tímabilið. Miðað við tölurnar sem koma fram úr hagkerfinu, þá get ég ekki séð að það sé að mikilvægt þess að ríkisstjórnin gerir er að minnka hallan á ríkissjóði. Ég myndi halda að vera í húsnæðismálum. Já, sko, bara til að segveja eða brúa þetta frá, sko, við mögum ekki gleyma því, sko, það eru gerðar þegar maður kemur inn á leikskóla, eða sko, því er hún afi, sko, og þegar maður kemur inn í skóla, það eru gerð, sko, svona kraftaverk á hverjum mótni og hverjum degi inn í þessum stofnunum, af fólki sem er að vinna þarna, sko, en síðan erum við búin að fara í gegnum tímabil þar sem að sko samfélagsbreytingarnar af tæknihliðinni sem hún nefndir og hins vegar sko ekki bara nýfrjálshyggjuvæðingin sem því að skera niður og spara heldur líka þetta að svo ég vísi í með árangurinn á góðum stað að sko það er svo miklu betra og skemmtilega að vera að vinna í því sem er auðveldaran á árangri og þá einhvern veginn verður út undan erfiðu tilfellin eða sko börnin sem kunni ekki íslensku og þeim bara fjölgar og svo gerum við ekki nægilega mikið fyrir sko einhvern veginn of seint af því að við erum ekki að byggja upp kerfi sem á að halda öllum sem er svona gamla hugmyndinu samfélag heldur einhvern veginn auðveldar að losa við svona eins og hagfræðingarnir gera með sko fjármálahrunið, þeir sem eru mjög svona kvantitatífir hagfræðingar, að þeir taka bara burstu 2008 því það var svona outliers og það truflar kurvuna og fína þannig að sko og þetta er hægt að gera í einhverjum greinum sem enginn les eða í einhverjum áætlunum þegar allt er gott í en síðan þegar á reynir sko að þá skiptir svolítið máli hversu vel böndin eru undirbúin í skipinu eða hversu þéttar allar skrúur eru og þá er svolítið vont ef maður er búin að vera að sigla bara í góðri og það komur nú bara, svo ég farið með þetta yfir í hagfræðina sko, svakalega atvinnuleysistölur rétt fyrir áramót og við erum bara komin inn í stagflation sem er sko
kyrrstöðu kreppu, ég vil nú valla nota kreppu hugtaki, en sumir hafa þýtt stagflation sem kreppu verðbólga, en það er sko, þegar þú færð atvinnuleysi sem fór úr 2,1 upp í 6,1 og verðbólgan yfir 4 og ef þú ert með þetta bæði í einu, að þá eru hinn hefðbundnu 12 hagfræðinar lömuð, af því að venjulega á þetta vera að sitta hvaða þú ert að geta svona tjúna annað eða hitt sko, og þetta finnst mér vera eins og í siglingum eða þegar þú lendir í broti eða þú veist stýribílar eða mastribrotnar. Þú stýrir á bremsuna en bílinn keyrir hraðar. Já, og bara og ég sko, eins og mér finnst það eitt að vera sko neyðarfundir og samfélagsumræða hver utanríkisstefna okkar, hverjir eru vinir okkar, hvað ætlum við að gera ef að vera ráðist inn í Grænland, en ekki eitthvað svona Bandaríkjamenn hafa nú alltaf varið okkur og Bandaríkjamenn eru nokkuð, þeir fóru með flugvélina sína burtu þegar það hentaði og þeir eru með samning við okkur og þeir megi bara taka það sem þeir vilja og við verðum að tala staðreyndir og samninga sem reyndar ekkert síðan haldnir, þannig að hversu gilda þeir, en að vera að segja núna þegar alþjóðlega fjölmiðlar skrifa alþjóðlega ekki lengur virt, já við verðum að treysta því alþjóðlega séu virt, það er eins og að standa í Titanic og já þetta var nú vel byggt skip en það er búið að klessa á ísjaka sko, og já, við erum nú með góða björgunarbáta, já, en þeir eru ekki alveg nógu margir. Svo er líka vinsælt að segja, sko, að ísjakinn hafði enga rétt til þess að vera þarna sem hann var. Já, en sko, ég ætla ekki að spá, ég verð með einhverja grein í heimildin sem kemur út næsta föstudag, ég ætla ekki að vera að spá þróun, en merkin eru ískikileg. Já, þú ekki ágjör að því svona, já. Og líka eins og þú segir, sko, ef við tökum bara þetta, ég meina, að við rætt á þetta með rauðaborðið, þú veist, þessi megin áhersla að tala alltaf sko tiltekt eða ná hallarlausa fjárlögum eða álíka, þetta er forgangsröðun, það þýðir að þú ert ekki að fjárfesta með sama hætti í mikilvæg velferðarmál og ég var að hlusta á podcast daginn bara sko hvernig uppgangur öfgahægra afla hafa breytt orðræðinu og þess vegna er svo spennt að sé sagnfræðingurinn á borðið, af því ég er alveg þú veist, eins og núna í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga, það eru þó nokkuð margir í svona miðju vinstriflokkunum sem eru með þetta sem eitt af aðalstefnumálunum, bara hallarlausan rekstur og eitthvað álega, í staðan fyrir að segja, hvað ætlar að gera, þú veist, og maður hugsa bara, ef þú horfir á fyrirmyndina sem mótvæði við uppgangi öfgafla eins og í New York, þú veist, þá er bara verið að segja mjög skýrt, og maður sá þetta líka í sveitarstjórnarkosningum í Danmörku, þá bara ég ætla, ef ég kemst til valda þá ætla ég að tryggja gjaldfrjálsan leikskóla, eða ég ætla að stórbæta frístundina, eða ég ætla að tryggja öldrun eða skilji, þú veist, bara mjög skýrum hætti, eða þú veist, hérna á Íslandi mætti einfaldlega finnst mér frambjóðandi að segja beinlínis, herðu, ég ætla að brjóta nýtt land hérna og tryggja innviði þar til þess að tryggja x margar íbúðir, þú veist, að þetta verði bara eitthvað svona skýrleiki en ekki bara ég ætla að fara eitthvað svona stefnum eða nálgun og einfalda ferla og einfalda reglur og draga úr halla eða hafa halla, þú veist, bara hefur þetta alltaf verið svona, eru bara allir flokkar alltaf með þetta, þú veist. Svo er frambjóðandi í prófkjöri núna sem allar bara klára leikskólamálin. Sem ætlar að klára leikskóla? Já, klára, gera þau bara þannig að öll börn geti farið inn á leikskóla samkvæmt. Það var líka í síðustu kosningum. Einar Þorsteinsson og Samfylkingin og fleiri sögðu þetta líka síðast. Var ekki í síðustu, þú sveitarstu kosningum aðalega bara talaði vegi og umferð? Nei, leikskólarnir voru töluvert, það lofuðu allir þáverandi minnihluti, eða meirihluti sem var að fara frá og hinir flokkarnir tókuðu meira minni upp að Reykjavík myndi taka við öllu börnum held í eins árs. Já, sko, af því að ég bara reyfi alltaf uppi, við vorum í svona hópi stjórnvalda sem á skipar að félagsmálaráðherra 2016 sem skilaði skýrslu framtíð að skipa fæðingarorlofsmála og þá fæðingarorlof 9 mánuðir og tillagan var auðvitað lengt í 12 mánuði og svo hætti að brúa bilið og sveitarfélögin sögðust vera til í það frá 12 mánuðum og svo þegar það er búið að lengja fæðingarorlofið þá er líka bent aftur á ríkið og einhverjar rættir segja að það er lengja fæðingarorlofið og aðra segja ríkið verður að koma inn í þetta en sko eitt að því við vorum að skila nýri skýrslu í hópið sem að, já, svona er þetta svona er stjórnsýslan, en stundum ég veit, þú veist, ekki vanmeta samt að þarna er komin konsensus og þú veist, þetta er aðalega vinnumarkaðarins og allir sammála nema auðvitað SA sem eru vilt sammála okkur nokkrum árum seinna
En sambandið líka sammála að það sem að skortur hérna og áhugavert, ef maður skoða lögbundin verkefni sveitarfélaga, það til dæmis lögbundin verkefni sveitarfélaga að vera með bókasöfn og það lögbundin verkefni sveitarfélaga að vera með frístund fyrir yngri börn, en það ekki lögbundin verkefni sveitarfélaga að tryggja leikskólapláss fyrir börn frá tilteknum aldri. Þau reka leikskóla, já, en það ekki lögbundin verkefni sem þýðir auðvitað tekjuskiptingin út frá því ekki fyrir hendi, þannig að eina mikilvægstu tilhjónin þar auðvitað að það veri lögfest þetta verkefni og það þarf náttúrulega að gera það bara strax. En það þýðir að ríki og sveitarfélög þurfa þá að ræða saman hvernig að fjármagna þetta verkefni og svo auðvitað kemur hitt að tillagan að sé brúabili með því að lögfesta réttinn til leikskólapláss að loknu fæðingarorlofi. Og það eiginlega galið að við höfum ekki gert þetta hér á landi, að því að hinn Norrlöndunum hefur við liðið í áratugi. Við erum bara mörgum áratugum á eftir þeim í þessum málum og þetta kannski eitt af þessum dæmum hvernig umræðin getur alltaf svona flotið frá manni af því að það lögð áhersla einhverstaðar annars staðar. En ég meina ef við ætlum að vera velferðar samfélag sem að vera með fjölskylduvæna stefnu og létta undir með fjölskyldum, að þá þurfum við að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla. Og svo þetta hin umræðan sem kannski stjórnast af því að þetta ekki lögbundi verkefni sveitarfélaga, hvernig þau öll að reyna að þrengja að því að foreldrar þurfa að stytta vistunartímann sinn sem væri góðra gjalda vert ef að fólk hefði almennt efni á því, ef allir hópar hefði efni á því að vera meira með börnunum sínum og sækja þau fyrr. En það auðvitað því miður bara sögur af því að foreldrar að taka börnin með aftur í vinnuna og svo auðvitað dæmist þetta helst á mæður að minnka störfin sín og þar með að lækka launin. Ef ég má taka hann bolta, það var mögnugrein í vísbendingu á síðast ári undir lokin eftir Unu sem var að greina tekjutap kvenna við barneignir og við þó við röngum í alþjóðlegum konunum sem mest jafnréttisland í heimi og út af einhverjum allt öðrum mælikvarða. Það kemur að launum og ofbeldi ekki. Það punkturinn minn í þessu frá sögunni á hann líka að það eins og að leiti alltaf í að láta okkur líta rosalega vel út á einhverjum svona því sem auðvelt að gera en þarna og ég greini þetta hluta til þessa gaps sem þarna að því að og svo getur maður tekið annar mælikvarða bara fjöldi karlkyns leikskólakennara, fjöldi kvenkyns pípara eða rafvirkja sem bara margfaldur á við Skandinavíu hér að þú veist faktor 2 eða 4 að þarna við bara erum ekkert jafnréttis góð þjóð þú veist og að sjá tekjutapið við barneignir 30-50% skýrir bara mjög vel af hverju barneignir að draga saman því fyrir utan að það eru svo dýrt síðan þannig að þetta Nei, mér á fyrsta ári 30-50% tekjutap maðra og 5 árum setna og 10 árum setna það enn til staðar Já, það verður þetta ægilegt því að það, ef að þú missir það, þú ert ekki bara að missa tekjunar á þessu tíma heldur það vinnuframlagið þetta minna þannig að það kemur þá fram þá eftir í framgönguðinni í störfum þegar líður á þannig að og pappan katsa upp, þannig að þetta líka kultúr og launasetning og þetta margþætt sem þarf að rannsaka betur Íslenska velferðarkerfið svolítið minnum á mann sem ég þekkti í Kanada það var sagt við hann að hann væri helviti flottur þá ætlum að koma nær honum En þetta, ég veit ekki, með félagslegan óróleika og kreppu og Já, öll þessi orðræða þetta einhvern veginn, að fyrsta sem þú talir sé einhvern veginn rekstur eða hallaleysi eða svona Já, þetta auðvitað, ef við lítum á svona stjórnmál sem út frá svona hægri vinstri, þá hefur auðvitað verið þannig að orðið kveðinu að þeir sem voru flokkar sem voru lengt til vinstri, þeir lögðu meiri áherslu á þá þjónustu sem sveitarfélögin veita og meðan að flokkar sem voru meiri til hægri lögðu þá meiri áherslu á reksturinn og teldu að þetta væri nú kannski enga fyrirtæki að sjá um það. Ég held að sé ekki svona einfalt og hefur aldrei verið það. En auðvitað eru sveitarfélög og þetta er sveitarfélög mjög mismunandi standa auðvitað mjög mismunandi eftir stærð og annars slíkt hvað svigrúm þau hafa til þess að gera hluti. En auðvitað er það þar sem að þeim er auðvitað sá stakkur sniðin að þeim er ekki hækka útsvar nema upp að ákveðnu marki og við búum bara því ég hef náttúrulega stundu sagt það að við eigum að setja því stjórnarskrá að banna það að menn geti lofa skattalækkunum því það er svo óskaplega auðvitað að lofa skattalækkunum
En hérna það mjög erfitt að lofa skattahækkunum til þess að greiða fyrir þá þjónustu sem við viljum fá. Það var plús ef að fjölmiðlamenn myndu taka það upp að þegar þú kemur í frambóði og bóða skattalækkanir, hvað er það að fá penningin? Því ef þú myndir bóða hvað ætlar líka að skera niður? Átak í leikskólamálum, þá er þetta alltaf spurður, hvað er það að fá penningin? Þannig þetta einhvern veginn... En líka skattalækkanir, við horfum út frá sveitarfélögum og lækkun útsvari, þú veist, ég meina þetta einhverju 1000 kallar, skiljið, sem að, þú veist, og maður er svo bara, og af hverju þetta sjálfstætt markmið? Okkur ætlar þá ekki að, þú veist, að tryggja að þessi hópur sem algjörlega, þú veist, í aðri samfélagsins fái það þjónustu sem hann þarf til þess að jafna leikinn. Og svo þetta úrelda hægri vinstri, ég meina Trump að reka bandaríska ríkissjóðan í mesta halla sem hér var Bjarni Benediktsson fjármálaráðherra mjög lengi og það var rekinn í hallan að hluta COVID og ýmsu, en síðan það viðbröðin og hvenær skattar eru hækkaðar á móti þeim kostnaði sem lykilatriði. En mér finnst þau vera að horfa fram á núna aftur svona efnaðsleg mistök í hagstjórninni varðandi það að það getur alveg verið fræðilega séð eða þegar allt á lygnum sjó gott að draga úr útgjöldum ríkissjóðs til að draga úr verðbólguna því að hluta til kom verðbólgan til eftir Úkraínustríðið og útgjöldin eftir COVID og það var of fljótt farið að afla tekna á móti eða draga úr þeim því útflæði. En núna, þegar við erum komin inn í stagflation, kreppuverðbólgu, þú veist, að ætla þá að fara að gera þetta sem var rétt fyrir 2 árum, sko, getur gert hlutin enn verri að því að sko, hagfræðingar sem kunni ekki bókhald, sko, gleyma að það er bara svona ein bókhaldsjafna og bakvið hagkerfið, að sko skuldir verða vera jafnar eignum og sparnaður jafn fjárfestingunni, þannig að það sem gerist þegar ríkið ætlar að borga niður skuldir, draga úr opinberum skuldum, með jafnvel samdrætti í rekstins opinbera, að þá hafa þeir sem eiga peninga hafa minna af ríkisskuldabréfum að fjárfesta í og þá þurfa þeir að setja peningana í annað. Þannig að þú segir upp fólki hjá opinbera eða fækkar opinberum starfsmönnum til að ná jafnvægi á ríkissjóðinn að því þú ætlar að borga niður skuldinar en sko þarna verið að horfa á 0 jöfnuspil á versta tímapunkti. Sko, munum að Maastricht-reglur Evrópusambandsins leyfa 2,5%, 3% halla á ríkissjóði af því að ef þú ert með 2,5-3% hagvöxt að þá sá halli bara að halda skuldunum óbreyttum. Það ekki eins og að með því að vera rosalega duglegur núna að segja upp opinberum starfsmönnum, stytta leiðina því og stytta atvinnuleysisbæturnar til að draga úr útgjöldum ríkissjóðs í það til þeirra að með því náirðu sko, þú ert að búa til efnahagslegan óstöðuleika samkvæmt sögulegum hagkennum. En það ekki líka hagfræðileg mistök að vera með raunvexti á húsnæðislánum kannski 9-10%? Ætli fólk sé ekki að borga kannski 11-12% raunvexti þeir sem eiga ekkert og að keyra sig áfram á yfirdrætti á launareikningum. Og það eru gleitt einum ástæðan fyrir því að þú veist að segja áðan að svona horfurnar í efnahagsmálunum mjög slæmur og það eru þetta byggingar starfsemin að hún nú bara smá saman að stöðvast sko, því að það ekki bara það að fólk geta ekki keypt íbúðir, heldur geta líka byggingafyrirtækin ekki lengur fjármagna byggingarnar. Þetta verið gert þannig að byggingafyrirtækin fari að fjármagna byggja hús og svo bara ætlar að þeir taka lán fyrir því og svo ætlar að selja þetta. Eftir nú það farið og þá sitja byggingafyrirtækin uppi með þessar fjárfestingu sínu sem geta ekki losna við og þá stoppa þau. En ég vil taka undir þetta sko, það sem að þarf að gera sko, þetta ef maður reka sveitafélög. Sveitafélög eru þetta mjög mismunandi stór og sem hafa þetta mjög lítið svigrúm og önnur hafa meira að það sem þetta fyrst og fremst og maður vil jákvæðast að sjá var einhver svona ákveðin stefnum sem þetta langar okkur til að gera og síðan þá að út frá því að reyna þá að finna út hvernig gerum við gert þetta. Að hafa það sem markmið að draga úr skuldum held ég ekki, ég held að það sé bara vond leið af því að það markmið, auðvitað ekki verið markmið að auka skuldir en megin markmið á að vera að segja þetta það sem okkur langar til að gera, þessa þjónustu langar okkur til að veita. Ef að við getum ekki ýmsar auðvitað vegna auki skuldina þá erum við bara að draga okkur öðru og þá verður það líka að segja það þýðir ekkert að
segja það okkur langar að hafa gjaldfrjálsan leikskóla en við ætlum að gera allt hitt líka áfram eins og við gerðum og ætlum ekki okkur skuldina. Það er eitthvað í þessu kerfi sem við viljum þá hætta að gera. En í ríkisfjármálunum sko, það eru sko fjármálaráðherrann hagfræðingur og líka forsætisráðherrann og eru það rangri leið? Við erum náttúrulega útskrifuð bæði út úr nýfrjálshyggjunni sem náttúrulega fallið hugmyndakerfi. Það eins og þau sem reka ríkissjóð til þess að fá A+ hjá kennarónum sínum hann aldamótin sem var náttúrulega nýfrjálshyggju nöttari. En það hefur ekki trúið þessari sko efnaðstefnu lengur og þess vegna svo sorglegt að horfa upp á þetta þrælvel gefið fólk og klárt, vel mentað að þeir að reka einhverja furðulega efnaðstefnu sem meikar enga sens. En það nú komið svolítið svona óbent fram líka að í ljósi þess bara hvað það mikill uppgangur og bara svona sveigist meira til hægri, þú veist, og bara hvernig búið breytaði hvernig við tölum og svona að þá hefur allavega, þú veist, fólk innan samfylkingarna sagt, þú veist, þetta liður í því að ná til, þú veist, inn að breiðu miðju eða svona ná til fleiri og verjast uppgangi hægri öfgafla að tala á þessum nótum og vera á þessum nótum en vera samt að gera velferðarmál. En ég, þú veist, ég bara endurtaka það sem maður heyrt í þessum efnum en ég velti líka fyrir mig bara og hvenær komið nóg? Og hvenær ætlum við bara raunverulega að segja hvað það sem skiptir mestu máli fyrir samfélagi og hvernig við ætlum að gera það og hætta að tala alltaf út frá þessum forsendum af því að það svo sorglegt að vita til þess að fólk haldi að ef það með mikla reynslu úr rekstri að það hafi þá eitthvað mikið að gera inn í almannaþjónustu. Hvað snýst almannaþjónustu? Jöfnuð og jafnrétti. Það þennan bolta líka það sko hagfræðiprófessor sem stýrir Seðlabankanum líka, kollegi fjármálaráðherra sem hagfræðiprófessor, kollegar þínir og á þess ég ætla að vera að gefa ráð hér við þetta borð en sko ef að á að fara í niðurskurð til að draga úr útgjöldum þá væri til dæmis hægt að segja já, við skulum bara mennta hagfræðinga erlendis og leggja niður hagfræðideild Háskóla Íslands. Við viljum alls ekki leggja niður íslensku deildin eða sagnfræðideildin því það getum við ekki látið gera annars staðar. Við erum nú þegar að mennta helmingin af læknunum okkar út í Slóveníu, út í sveit, það sem reyndar ekki spítalega en þau fá klíníska æfinga og koma svo hér og þurfa að æfa sig á spítalanum okkar sem yfirfullur af því hann búinn að vera rekinn af nýfrjálshyggju. En sko það er ekki hægt, það verður að vera spesifíst og í alvörunni talað en hvað á að gera á með og móti í pólitík, hvort sem það er í ríkis eða í sveitarstjórna og síðan hitt að því hún nefndir hávaxtastefnuna, að ég meina það að raunvaxtastigið er svona hátt hérna og vextin er svona háir frá Seðlabankans hálfu að valda vaxta útgjöldum sveitarfélagana. Þannig að með því að halvera það hægt að halvera vaxta útgjöldum þeirra en ekki með því að draga úr þjónustu og fjárfestingum og borga niður skuldir. Þetta er bara sama gamla dæmið og eftir 2008 með Grikkland og Ísland. Ísland var með 1/3 af grísku skuldunum en við vorum að borga 3-4 hærri vext. Gríkin voru kúaði til þess að gera þetta. Við erum að gera þetta bara hellóið. Út frá verðtryggingar hagfræði sem er kend í hagfræðideild Háskóla Íslands. Verði eitthvað góða. Þau verður ekki kend annars þar. Nei, hver kennast það? Þetta verður búið að ræða þetta mjög mikið sko það hvort að þetta stjórnarmódel sem er búið að beita sko Bandaríkjamenn hafa aldrei beitt þessu sko þeir eftir hrunið þá bara bættur í og juku skuldirnar á meðan að Evrópa stóð mikið á bremsunni og það hluta til vegna þess að þetta Bandaríkjamenn bara brenta peninga og komst upp með það sem að aðra þjóðir geta ekki en nú er dollarinn að falla á síðast ári vegna þess að þetta er ekki hægt að gera þetta endalaust og endanum og þeir reka þá stefnu að auka alltaf útgjöldin og draga allt úr skvættunum og það á endanum lítur það að leiða til einhvers. Ég held að það líka ósátt að lækka aðeins þetta Trumps viljur að lækka aðeins. Já, og svo er náttúrulega mjög gott að fara í stríð ef þú ert í efnahagskrísu heima. En var þetta þessi Sonja sagði að fólk sé að taka upp hægri stefnu og við vorum náttúrulega með það á 10. áratugnum sem að vinstri menn tóku upp nýfrjálshyggjustefnuna, svona blerismin. Undanförnum árum hafa vinstri menn líka verið að taka upp ysta hægrið, afstöðu til innflytjenda og eitthvað svona bara andúð gegn húmanisma, ég veit ekki hvert það enda. Mette Friðriksen er kannski svona dæmi sem er gengið langt, hún er náttúrulega komið með flokki sinni, þetta sé að mælast bara í 16% núna. Hann er búin að eyðileggja hana innan, bara þetta er svo takir eitthvað fyrirtæki og seljir allar eignirnar, svo bara kollapsar það og ég er eins og sósíaldemókratar í Danmörku segja að lenda í því.
En þrátt fyrir það og þú nefndir hérna New York þar sem var bóðin bara klassísk vinstristefna og náði miklum árangri. En það finnst mér skrítið að allavega vinstrið í samfélíkunni alveg hörð á því að það sé engin valkostur annað en í frjálshyggja og það sé eiginlega engin annar valkostur heldur en mannúðarstefna nýja hægrisins vegna þess að þeir sópa til sín atkvæðum sem eru þó aldrei nema svona 30% fólks í hverju landi fyrir sig að þess vegna eigum við að leggja af humanisma vinstrisins, leggja af vinstri efnaðarstefnu og ég skil ekki alveg til hvers sko, til þess að einhver ná í kjör og þing í 4 ár eða eitthvað. En ég sko, nú þetta kosningabaráttan ekki alveg byrjuð og nú erum við bara fyrst og fremst að máta sig í stólana sko, hverjir eiga að sitja á þessu listum og meðan það ekki ljóst að þá virðist, og það virðist nú ekki snúast mikið málefni svo umræða, ég nú hjá var það bara um einhverja nöfn og eitthvað slíkt og hvaða flokkar hafa kosið áður og svo framvegis. Þannig að það kemur vonandi ljóst það einhvern tíðan seinna hver stefnan verður þá raunverulega. Og sko ef við lítum bara á borgina og það sem að mennum finnst að borgin hafa verið að gera og það sem er kannski mest áberandi og það er til dæmis þétting byggðar sem að mér finnst sjálfur sér jákvæð stefna sem slík en mér finnst það að gengið algjörlega út í okkar og ég er ekki deitt það og ég bý nú í skildu hverfi það sem að byggja einhvern álfabakka hinum með við göttuna og búið að samþykkja það reyndar ekki skipulagi að hérna það er sem ómannskilegt umhverfi sem er byggt í þeim anda það þurfum við að þetta byggðina til þess að gera almenningssamgöngur betri en það er svo að sé þetta verður einhvern veginn svona verður einhvers konar mantra það að og svo bara festast mér í einhverjum förum þannig að ég veit ekki sko þannig að ég voru hræddur að umræðan komið til með að snúast einhverja svona og bara gegn bílnum og svo framvís og þannig að skipulagsmálin eru þetta eitt af stóru verkefnum allra sérstaklega sveitarstjórnar stærri byggðarlagana það sem og ekki síst í Reykjavík það sem að og það er svo þessi að útilokað að komast að einhverjum lausnum af því að menn komast að samkomulega eitthvað eins og borgarlínu sem ég held að sé bara mjög góð hugmynd og einhvern veginn þurfum að leysa þennan samgönguvanda sem er í Reykjavík sem verður bara verra og verri en það er eins og að það sé aldrei eftir að gera neitt af því að menn lenda bara einhverju skot en það er samt bara þannig nefni að frá því að núverandi borgarstjórn tók við að þá er búið að lýsa yfir að verði farið í uppbyggingu á Nýjulandi í Úlfarsárdal og það verði skipulagt þannig að og það eru langar að segja 2000 íbúðar á lágmarki, einhver segja 4000, þetta er eitthvað aðeins á Reyki en ég meina, og ég held og þú veist, ég upplifði þetta að segja búið að horfa búið að hverfa frá þessar orðræðu að það er bara að vera þéttingbyggðar en þannig að líka sorglega við það er eins og þétting er góð hugmyndafræði út frá loftslagsmálum og nýta innvið og svo framvegis að þá er þetta bara alltaf dýrar íbúðir. Já, vegna þess að vondar íbúðir, það er skuggi í þeim, það er allt og þéttar, allt og háar. En þarna hildilegar íbúðir. Ég beðist líka, hún er mjög fín. Þarna er sko enn eitt dæmið þetta sem ég held sem er þráðurinn sem vorum að tala áðan líka sko. Ég meina að það er góð stefna þetta byggð. Síðan gerur þú þéttingareiti og svo sleppur þú nýfrjálshyggju köllunum sem er að krana lausum þar inn og þeir bara maksa sig út og liggja síðan einhverjum opinberum embættismönnum sem eru að reyna að vera að halda einhverju skipulagi og fara jafnvel á pólitík og svona og við sáum þetta bara við þjóðgarðin okkar með þess að líka bara eitthvað lítið sveitarfélag út á landi allt í einu eru komnir 72 hæða gáma kassar fyrir einhverju útlendinga til að horfa á jökulinn og búið að skemma sko hvað maður að kalla aðlöguna svæðið að þjóðgarðunum af því að þarna var lína hér enda þjóðgarðurinn og hinum með göttuna er ekki þjóðgarður og þá máttu bara gera eitthvað ógeð þar og allir rosa hissa og ekki þetta að gera og þetta gerir sama inn á þéttingareitum að því að það má ekki vera með hönnun eða arkitektúr eða vanda sig eða hafa torg heldur bara þú veist þannig við klúðrum katastrófalt svona svo erum við sko að rífast borgarlínu í áratugi meðan á meðan byggði Kaupmannahöfn sko metrókerfi sko sem er búið að stækka frá því að frá flugvellinum við heldum áfram með óbreyttar rútuferðir frá Keflavík þó ferðamenn væri orðnir 2 milljónir sem þú þarft að bíða þú ert lengur frá Keflavík inn í bæ heldur en nokkurn annan alþjóðaflugvöll í heiminum og þarft að borga meira og þarft að bíða lengur og þú veist en við erum ekki búin að getum valla sko erum ekki komið rafmagnsstrætó við erum ennþá með díselstrætó af því að þetta er einhvern veginn rekið á einhverju svona ég veit ekki hvort það er klíkuvæðing af hverju þetta gerist en
eða pólitískt rifrildi, en sko samhliða síðan gert eitthvað önnur gott dæmi eins og rafbílavæðing, við vorum orðin eftir Norðmönnum, gefum fullt af ríkistyrkjum til að styðja fólki að kaupa rafmagnsbíla og þeir kom allir út á götuna því enginn var krafinn að skila dísilbíl á móti, það mátti ekki, allir þurfti að fá að eiga jeppanna sína með og svo er bara búið að kaupa annan rafmagnsbíl svo unglingurinn geti farið í menntaskólan og allt í allar götunar og fullar og þú þarft ekki doktorspróf í skipulagsfræði eða starffræði til að sjá að þetta gerist ef þú gerir þetta í viðbót við vart síðan með mannfjölda og bara en sko vandinn er að hluta til sá sko að reka sveitafélög tiltölulega einfalt sko í sjálfu sér, ég meina það eru hérna ákveðin verkefni sem menn vilja séu fremkvæmd og kannski aðeins mismunandi skoðanum, ég hef ekki heyrt nokkurn mann tala gegn því að bæta leikskóla, enginn talar móti því. Nei, 75% þjóðurna sem að stutti það er lögfest hérna. Já, þannig að það er borgarlínan var samþykkt á sínum tíma öllum stjórnarflokkum og nágrannar sveitarfélögum og svo framvegis, það er ekki fyrir að fara að hjóla í þetta og búa til úr þessu einhvern vanda sem það, akkur er ekki hægt bara sem sagt raunlega reka þetta þannig, við viljum þetta, en þá er alltaf farið að grafa undan því með einhverjum. Þú sagðir áðan að það er verið að gera ráðagerðir að laga samfélagið, en svo breytist ekki neitt. Það þýðir það að íhaldið og afturhaldsöflin, þau ráða öll á Íslandi. Það er eitthvað sem ekki gengur upp. Ég meina að því ég man nú að ég satt í fjármálaráðinu fyrir 10 árum sko og í 6 ár, þannig ég man að það var sko í ríkisstjórnarsáttmála að taka 20 milljarða af arði Landsvirkjunar meðal annars í uppbyggingu hjúkrunarheimilum. Að því þá var hérna þessi vandi á Landspítalanum og vandi á bráðamóttökunni og svo var 7 ár ríkisstjórn og ég veit einhver blaðamaður tölurnar hvað var byggt af hjúkrunarrýmum eða ekki. Þú veist. Nei, þið sjá líka til dæmis og það sjá með bara vegaframkvæmdir og annað slíkt, sko, ef að markmið er bara að spara, sko, ef það er eina markmið sem við höfum, að þá lendum við í þessum skuld. Ég meina þetta er eins og við getum sparað okkur tannlæknakostnað með að fara ekki til tannlæknis, en á endanum þá hefur ekki grætt neitt því að það verður bara ennþá sársökufullra og verraður og dýrar þegar þú þarft á því að halda sko. Þetta átti einmitt við mannin sem ég var að segja frá áðan sem var flottur í fjarska en þegar maður kom næra þá var hann ekki eins flottur af því hann sinnti ekki inn við honum. Og það er margt svona sko og við getum líka litið á sko hérna svona umönnum börn, það eru ákveðin innviða uppbygging líka því að börnin alast upp og ef við hugum ekki vel að því að meðan þau alast upp og þá fáum við skuldina seinna sko. Það er ekki 2026 frábært ár sko. Miklu betur en síðasta ár. Við erum að springa upp jarðsinn. Ég er bara alltaf að bíða eftir að pendulinn sveiflist og ég er bara á því að það gerist 2026. Já, ég mæli með að horfa á innsetningaræðuna Zoran Mondami í New York sko. Það gefur manni svona bjarta von hvernig hægt er að byggja upp samfélag 8,5 milljóna og hann hringdi í Trump og mótmælti því sem hann gerði í Venezuela og hvor er meiri nágranni Trumps hann eða við sko og hvor á meira undir honum hann eða við sko. Harður mótmæli. Það hefði alveg mátt vera einhver ráðherra hér sem hefði hringt í Trump og segi svona gerir maður ekki. En það ánáttúrulega líka að vera, þú veist, mikilvægasta hlutverk leiðtoga hverju sinni er að gefa fólki von og trúa á framtíðina en ekki bara ég ætla að reka þetta eðslega vel. Og það er einmitt, það verður fróðilegt svolítið ógnvekjandi að horfa á það sko, text fjármálöflunum að gera Mondami lífið ómögulegt. Það er alveg öruggt að til dæmis ríka liðið flýr úr bænum ef að hækka hóta því sko. Hóta því sko. Við hefum einhver dæmi sko frá 8. áratugnum að Rolling Stones flutti til Frakklands. Við eigum ekki svo mörg dæmi þetta. Það er sífellt verið að hóta þessu. Hérna kom auðlegðarskattur í smá tíma, muni ekki eftir þá fluttu nokkri ríki kalla til Barcelona. En í sjálfum sér, ég held að sé miklu snuður að hafa eðlilega skatta á ríkt fólk og ef þú vilt taka þátt í þessu samfélagi sem að byggir á velferðarkerfi og fleira þá verður að borga skatta, ef þú vilt ekki að bara ferðu. Og þannig að það verður gaman að sjá hvað gerist og hann er auðvitað háður ekki bara sko ríkisstjórnin heldur líka fylkisstjórninni, það er og hérna demokratarnir nú ekki allir Það bara að vera rosa góður í samningum Zoran, ef hann ætlar með þessu. Nú er bara tímaleysið að fara hjá okkur. Það býður fólk frammi til að koma hérna inn á eftir. Þetta er bara 4 umræða, fín. Sonja, Ásgeir, Guðmundur, þakka kærlega fyrir komuna. Og hér á eftir hvað, Smári, þú ætlar að tala við
Já, ég ætla að tala við fólk úr menningunni, það er kemur úr leikhúsinu og óperunni og bókmenntunum og myndlistinni og við ætlum að ræða íslenska menningu. Hugmyndin var eiginlega að ræða íslenska menningu án þess að vera að ræða svona beint út frá okkur tilteknum verkum eitthvað svona. Það veltaði fyrir hvort að við séum á þeim tíma að það getur orðið góð umræða að tala samfélagið út frá menningunni og kannski menninguna út frá samfélaginu. Sjáum til hvernig það gengur eftir. Já, við komum aftur eftir augnablik. Ert þú líka með spurningar? Kynntu þér réttindi þín hátíðarnar á wafr.is.